Stjórnarskrárnefnd vildi vita hvaða álit erlendu álfyrirtækin á Íslandi hefðu á stjórnarskrá Íslands og óskuðu því eftir umsögn þeirra. Stjórnarskrárnefnd óskaði eftir því að fulltrúar 3 erlendra stórfyrirtækja veittu umsögn stjórnarskrá Íslands. Fróðir menn minnast þess ekki að slíkt hafi verið gert áður. Ingimar Karl Helgason. Ákvæði auðlindir í þjóðareign í frumvarpi til stjórnarskrár sem rætt hefur verið þindalaust á Alþingi. Þetta umdeilt, sérnefnd Alþingi sem stjórnarskrármál óskaði eftir umsögnum ýmissa þetta, þar á meðal álfyrirtækjanna. Nefndin óskaði eftir því að Alcan Rio Tinto segði sitt frumvarpið, einnig Alcoa og Norðurál. Þessi fyrirtæki eru öll í eigu erlendra aðila, að mestu eða öllu leyti, móðurfélög þeirra eru skráð erlendis eða jafnvel í erlendum kaupöllum. Menn sem kunnugir eru stjórnarskrármálum kannast ekki við að erlend fyrirtæki eða fulltrúar þeirra hér hafi fyrr veitt umsagnir stjórnskipunarlög íslenska lýðveldisins. Sumir benda raunar á að þetta þurfi ekki að vera óeðlilegt, í þessu geti verið fólkin tilraun til þess að komast að afstöðu þeirra sem höndla með náttúruauðlindir. Björn Bjarnason, einn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í stjórnarskrárnefndinni, kannast ekki við að óskum að álfyrirtækin segðu skoðun sín á frumvarpinu hefðu komið frá Sjálfstæðismönnum. Þeir hefðu fengið lista yfir umsagnar aðila frá formanni nefndarinnar. Ekki hefur náðst í hann heitir Valgerður Sverrisdóttir. Hvorki Alcan né Alcoa sendu nefndinni umsögn þegar upp að staðið. Það gerði hins vegar Norðurál. Félagið er að 9/10 í erlendri eigu. Norðurál segir í umsögninni að texti auðlinda ákvæðis mætti vera skýrari en tilur að öðru leyti ekki ástæðu til að fjalla frekar frumvarpið. Ekki var vandað nógu vel til verka þegar óskað var umsagna frumvarp til breytinga á stjórnarskrá. Þetta segir Valgerður Sverrisdóttir, formaður stjórnarskrárnefndar. Álfyrirtækin sem eru í erlendri eigu voru beðin að veita umsögn. Enginn virðist muna hver óskaði eftir umsögn álfyrirtækjanna. Ingimar Karl Helgason segir frá. Sérnefnd stjórnarskrá óskaði eftir því að 50 aðilar veittu umsögnum hið umdelda stjórnarskrárfrumvarp. Það hefur tekið nær allan tíma Alþingis undanfarna daga. 35 sinntu kallinu. Athygli vekur að 3 erlend stórfyrirtæki í hópi þeirra sem óskað var að veittu umsögn. Alcan, Alcoa og Norðurál, Century Aluminium. Einungis Norðurál veittu umsögnum frumvarpið. Fréttastofa hefur spurt nefndamenn í stjórnarskrárnefnd hver það var sem óskaði eftir því að álfyrirtækin segðu kost og löst á frumvarpinu. Hvorki Vinstri grænir né Samfylkingamenn muna það. Sturla Böðvarsson, sjálfstæðismaður, segir að umsagnarbeiðnir hafi komið víða að. Björn Bjarnason, flokksbróðir hans, minnist þess ekki að sjálfstæðismenn hafi beðið umsögn álfyrirtækjanna. Nefndarmönnum hafi borist listi yfir umsagnaraðila frá formanni nefndarinnar. Valgerður Sverrisdóttir, formaður, er stödd erlendis. Hún sagðist í samtali við fréttastofu ekki muna hverjir óskuðu eftir umsögn álfyrirtækjanna. Hún sagði að þetta væri nú umhugsunarefni og gæti orkað tvímælis. Ekki hefði verið vandað nógu vel til verka við undirbúning umsagna. Sigurður Líndal, lagaprófessor, sagði í samtali við fréttastofu í dag að almennt ætti að fara varlega í að fá umsagnir frá erlendum fyrirtækjum, þó gæti í slíkum umsögnum falist þekking sem gæti nýst til þess að skýra mál.